Komið sæl og heilsa ykkur í Jesú nafni. Í dag ætlum við að halda áfram með Daniel og nú erum við komin í kafla 8, stórmerkilegur kafli, eins og þið munið sjá. En eins og áður þá koma dýr hér við sögu, en nú er það aðeins 2 dýr, það er hrútur og geit. Nú ég ætla ekki að fara mjög ítarlega í þessi dýr, en það táknar þau það sama og við höfum farið yfir áður og við séð áður. Það sem er öðruvísi nú er að það er ekki dýr fyrir Babylon. Og þessi stað höfum við hrút fyrir Med og Persíu og geit fyrir Grikkland og svo hord sem að tákna Rómaveldi. Reyndar er þetta allt saman Babylon, ef við hugsum út í það. Babylon þýðir í raun ruglingur. Því að það var við Babelsturð sem að Guð ruglaði tungumáli fólksins. Babylon ruglar sannleikanum, en Kristus sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Babylon, hún er því allstaðar til staðar þar sem að sannleikanum er ruglað. Og við sjáum það vel hér í kafla 8. Med og Persía er því líka Babylon, ef við hugsum út í það, og gríska heimsveldið, og líka Róm. Og Norður-Ameríka er líka Babylon. Því að það er ruglað með sannleikan. Forseti sem til þess að vera að starfa fyrir Guð þegar hann er að varpa sprengjum á saklausa borgara. Það er forseti í Babylon. Og það er sem sagt allstaðar í heiminum Babylon að finna. Þú getur búið í Babylon, en tilheyrir samt sem áður ríki Guðs. Því að Kristus sagði Guðs ríki er innra með þér. Og Guð þekkir sitt fólk sem býr í Babylon og kallar okkur að koma út úr Babylon, eins og við lesum í Opinberunarbókinni, þegar hún byrlar öllum þjóðum að reiðivíni saurlefnaða síns, sem er ruglingur, sem er í andstöðu við sannleika Guðs. En hefjumst handa við kafla 8, fyrstu 2 versin, þar segir, á 3. ríkisári Belsasar konungs birtist mér Daniel sýn, eftir þá sem áður hafði birst mér. Og ég horfði í sýninu og var þá ég horfði sem ég var í borginni Súsa sem er í Elam héraði. Og ég horfði í sýninu og var ég staddur við Úlía fljótið. Þetta er árið 553 fyrir Krist, undir lokum stjórnartíðar Babylon, sem Daniel fær þessa sýn. Og í þessari sýn er Babylon ekki lengur nefnd, eins og ég kom inn á það, augljóslega vegna þess að það er í þann mund að falla. Og það er í Elam héraði, þeim hluta Persíu sem lá næst Babylon. Daniel var ekki sjálfur staddur þar, því að hann var fangi í Babylon undir stjórn Belsasar og mátti ekki fara til svo fjarlægs lands, sérstaklega þar sem það var óvinaland. Hann er í höll í sýninni og horfir út og sér þennan hrút. Og vers 3 og 4. Þá hóf ég upp augu minn og leit hrút nokkuð standa fram við fljótið. Hann var tvíhyrndur og háhornin og þó annað hærra en hitt og spratt hærrahornið síðar upp. Og ég sá hrútin stanga hornum móti vestri, norðri og suðri og engin dýr gátu honum staðist og engin gat frelsað nokkurn undan valdi hans. Hann gjörði sem honum leist og framkvæmdi mikla hluti. Þannig að hann er augljóslega að koma úr austri þar sem hann stangar í vestur, norður og suður. Við þurfum ekkert að gíska á hvað þessi hrútur táknar, því að okkur er sagt það þarna í sjálfum kaflanum. Við hoppum niður í vers 20 og fáum við útskýringuna. Tvíhyndi hrúturinn sem þú sást merkir konungana í Medíu og Persíu. Það var ekki erfitt. Okkur er sagt þetta hér. Og við sáum í 3. versi að annað hornið spratt hærra og kom upp síðar. Medar og Persar réðu saman, en svo tóku Persar alfarið yfir. Persneska heimsveldið kemur frá austri og verður ríkjandi yfir hinum þekkta heimi á þeim tíma. Persía verður allsráðandi. En síðan er það að geithafurinn sem kemur hér við sögu í versi 5. Og þar segir, en ég gaf nákvæmlega gætur sá ég að geithafur nokkur kom vestan, leið hann yfir alla jörðina án þess að koma við hana og hafurinn hafði afar stórt horn milli augnanna.
Þetta hljómar ekkert ósvipað á lýsingin á pardustýrinu sem við lásum í kafla 7 sem fór yfir með miklum hraða. En hvað með þennan geithafur? Hvað táknar hann? Jú, við þurfum aftur ekki að gíska því að textin hann segir okkur það í versi 21 og 2 þar sem hann segir: og hinn loðni geithafur merkir Grikklandskonung og hornið mikla milli augna hans fyrsti konungurinn. Og það brotnaði og 4 spruttu aftur upp í þess stað. Það merkir að 4 konungsríki munu hefjast af þjóðinni og þó ekki jafn voldug sem hann var. Við fórum yfir þetta í síðasta kafla, í kafla 7. Það var pardustýrið með 4 höfuð. Geithafurinn er gríska heimsveldið með þetta áberandi horn. Hvað er þetta horn? Alexander mikli, hinn mikli konungur. En svo brotnar hornið. Og hversu mörg horn koma upp í þessi stað? Hvað segir Biblían? Biblían er svo ótrúlega nákvæm. Það segir að fyrir brotna hornið það er 4 komið upp í staðinn. 4 konungar munu rísa upp. 4 hershöfðingjar. Nákvæmlega eins og sagan segir okkur, eftir dauða Alexander þá tóku 4 hershöfðingjar við. Og Daniel segir fyrir þetta hér á 3. ríkisári Belsasar 552. Medo-Persía tekur við árið 539. Svo Daniel er að segja fyrir þetta 13 árum áður en Babylon er yfirbúið af Medo-Persíu. Og svo er það að Medo-Persía ríkir frá 539 til 331 fyrir Krist. Og hvað gerist þá árið 331? Grikkland tekur við. Daniel segir fyrir Medo-Persíu og síðan gríska heimsveldið 200 árum áður en gríska heimsveldið tekur við. Þá fær Daniel þessa sýn. Daniel spáði því að Grikkland myndi steypa Medo-Persíu á stóli og það stendur fast því að þegar þú lest það í Biblíunni, þú getur treyst því sem þú lest í Biblíunni. Og þegar Daniel skrifar niður þennan spádóm að þá er Grikkland, það er ekki stórveldi þá. Við getum treyst orði Guðs, lifandi orði Guðs. Spádómurinn sýna raunverulegt gildi orðsins. Hvað segir Jesús? Jóhannes 14:29. Nú hef ég sagt yfir það áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. En svo spyr hann, mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Það er sorglegt að þrátt fyrir alla þessa ótrúlegu spádóma sem við finnum í Biblíunni, þá vil fólk samt ekki trúa. Vissulega mun allt koma fram sem Guð hefur sagt fyrir. En við höldum áfram í versi 8 og 9. Og geithafurinn framkvæmdi mjög mikla hluti, en máttur hans var sem mestur brotnaði hornið mikla, og í þess stað spruttu upp önnur 4 gegn höfuð 4. Og út frá einu þeirra, þessum 4 sem sagt, spratt annað lítið horn og óx mjög til suðurs og austurs og móti prýði landana. Kýrus, hann var mikill og Alexander var mjög mikill. Þetta var mikið heimsveldi. Alexander deyr ungur og viðtaka þessi 4 hershöfðingjar og hornin 4 eins og þau gefa til kynna. En síðan er þetta litla horn sem kemur upp. Hvað gæti það nú verið? Sumir vilja túlka þetta sem tákn óþekktan rómverskan leiðtoga að nafni Antiochus Epiphanes. En allir hafa heyrt Kýrus eða Alexander mikla, þannig að hvað sem þetta litla horn, þá hlýtur það að tákna eitthvað sem er einhver minna en Medo-Persía eða gríska heimsveldið. Það getur ekki táknað einhvern einstakling sem enginn hefur heyrt Þetta horn vex mjög úr einni af höfuð áttunum 4. Það óx ekki upp á einhverjum hluta gríska heimsveldisins sem bendir til þess að það er annað heimsveldi. Þetta horn líkist einnig horninu í kafla 7 sem við skoðum síðast. Það segir okkur að hornið táknar nýtt vald, 4. valdið, eins og við höfum séð áður. Þetta er Róm sem lagði undir sig Egyptaland í suðri, Sýrland í austri og prýði landana. Í fyrstu var hornið í grundvallaratriðum hernaðarlegt og stjórnmálalegt vald sem lagði undir sig aðra þjóðir. Á því stigi táknar það heiðna Róm. Hvaða þjóð steypir Grikklandi á stóli? Það er Róm.
og Róm var einstaklega öflugt. En taktu eftir í hvaða átt þetta litla horn vex. Það vex til söðurs og austur og móti prýði landana. Hvað þetta prýði landana? Það Ísrael. Þannig kemur þessi kraftur, vex mikið til söðurs og austur. Úr hvaða átt það þá að koma? Það kemur úr norðvestri. Róm í norðvestur frá prýði landana Ísrael. Nú höfum við ekki dýr sem táknar Róm. Við höfum hér þetta litla horn og þegar Róm tekur við af Grikklandi þá það heiðið Róm og það fer til prýði landana og ræðst á Ísrael. Og eins og við vitum þá fæðist Jesús á tímum Rómaveldis. Ágústus keisari gefur út tilskipun að skrásetja alla heimsbyggðina. Gyðingar voru undir kúgun Rómaveldis á þessum tíma. En taktu nú eftir því sem segir hér í versi 10. Það óx á móti her himnana og varpaði til jarðar nokkrum af hernum og af stjörnunum og tróð þá undir. Hvað þýðir þetta? Biblían talar fólk Guðs sem hina heilögu Guðs. Þeir sem fylgja Guði, það her himnana. Við erum synir og dætur Guðs, hluti af her himinsins. Og hvað með þetta, þessi kraft, hvað mun hann aðhafast þessi kraftur? Það myndi ofsækja fólk Guðs. Kirkja og ríki sameinast á þessum miðöldum og fólk Guðs ofsótt. Þannig höfum við fyrst heiðið Róm sem ofsækir fólk Guðs og síðan tekur við sameinað ríki og kirkja sem ofsækir fólk Guðs. Og það segir að það varpar niður nokkrum af stjörnunum og treður á þeim. Nú förum í vers 11. Það segir, já það óx móti höfðingja hersins og það lét afnema hinu daglegu fórn og hans heilagi bústaður var niður rifinn. Hver höfðingi hersins? Jesús Kristur, hann höfðingi hersins. Þannig að þú hefur jarðneskt trúarvald miðaldar kirkjuna með leiðtoga sínum sem segist hafa vald Guðs á jörðinni, segist tala fyrir Guð á jörðu. Hann hefur sig yfir höfðingja hersins, yfir Jesús. Hann kallaði sig Vicarius Filii Dei eða staðgengill Guðs á jörð. En ég ætla ekki að dvelja við það í dag. Mér langar við skoðum vandlega þetta sem segir hér að það lét afnema hina daglegu fórn. Hvað átt við með því? Þá eitt sem ég þarf að benda á, að það að orðið fórn, það áls ekki að vera það í textanum. Það segir ekki að það afnemi hina daglegu fórn. Aðeins að það afnemi hið daglega. Flestar biblíur hafa orðið fórn í þessu versi, en það orðið ekki upprunalega textanum. Textin ætti miklu frekar að vera svona og það lét afnema hið daglega og hans heilagi bústaður var niður rifinn. Nú það þannig að við höfum hinn jarneska helgidóm sem lýst í Gamla testamentinu og við þurfum að skoða hann til að átta okkur á hvað þetta daglega var sem talað hér. Og við skulum hafa það í huga að allt í helgidómsþjónustinu vísar til Jesú, þess sem hann gerði fyrir okkur. Svo við skulum kíkja í aðra Mósebók 25:8. Guð segir við Ísrael, og þeir skulu gjöra mér helgidóm og ég búi mitt á meðal þeirra. Hvað ætlar hann að gera? Hann ætlar að búa mitt á meðal þeirra. Helgidómurinn skiptist í 3 hluta. Það var forgarðurinn þar sem lömb voru slátruð. Ef Ísraelsmaður hafi syndgað, færði hann fórn sína. Hann lagði hönd sína yfir höfuð fórnarinnar, játaði synd sína og syndin var flutt frá syndaranum yfir á fórnina. Syndarinn tók þá hníf og skar háls lambsins. Blóðið rann og fórnin var brennd á altarinu í forgarðinum. Blóðið var borið inn í þið heilaga í helgidóminum og nokkru af blóðinu stráð við forntjaldið. Bak við forntjaldið, var hið allra helgasta, þar sem lögmál Guðs var í sáttmálsörkinni, lögmálið sem syndarinn hafði brotið. Og fyrir ofan það voru 2 englar. Og þannig var helgidómsþjónustan háð 2 þáttum. Það var fórnin sem þurfti að deyja og presturinn sem þjónaði. Á hverjum degi voru fórnir færðar í forgarðinum
og hverjum degi þjónaði presturinn. Jesús er lambið. Við þurfum ekki að deyja eilífum dauða því að Kristur dó í okkar stað. Hann dó þeim dauða sem við eigum skilið svo að við getum lifað. Við komum til Jesú með allar okkar synd og sekt og skömm og segjum: Jesús, ég er þinn, ég gef þér líf mitt. Hann færir okkur úr okkar skítugu klæðum syndarinnar og klæður okkur í fallega skikkju réttlæti síns. Og hann birtir okkur frammi fyrir föðurnum eins og við höfum aldrei fallið. Kristur dó fyrir okkur og Kristur lifir fyrir okkur. Eftir dauða hans og upprisu þjónar hann sem æðsti prestur okkar í hinu sanna helgidómi á himnum. Okkar helgidómur er á himnum. Jarneski helgidómurinn tók enda árið 70 eftir Krist þegar Títus og rómverski herinn réðst á Jerúsalem og þá var jarneski helgidómurinn lagður í rúst og reyndar sagði Jesú í Mattheus 23: húsið þar verður í eyðilátið. Svo nú leitum við ekki til jarnesk helgidóms. Við þurfum ekki jarneska fórn vegna þess að Jesús er fórn okkar. Við þurfum ekki jarneskan prest vegna þess að Jesús er okkar mikli æðsti prestur. Hvar þjónar Jesús? Hebreabréfið 8:1-3. Höfuðinntak þess sem sagt hefur verið er þetta: Við höfum þann æðsta prest settist til hægri handar við hásetti hátegnarinnar á himnum. Hann er helgidómsins og tjaldbúðarinnar hinnar sönnu, sem drottin reisti, en eigi maður. Sérhver æðsti prestur skipaður til þess að bera fram bæði gjafir og fórnir. Þess vegna er nauðsynlegt að þessi æðsti prestur hafi líka eitthvað fram að bera. Jesús er lambið sem dó fyrir okkur, en hann lifir til að þjóna í hinum himneska helgidómi. Við lifum á loka tímunum og við þurfum að beina sjónum okkar að hinum himneska helgidómi þar sem Jesús þjónar, ekki að þessum jarneska. En samt sem áður tala Daniel að hið daglega sé afnumið sem hefur að gera með helgidómi. Þetta er að gerast á þeim tíma þegar það er ekki lengur jarneskur helgidómur með sinni daglegu þjónustu. Hvernig getur miðaldar kirkja afnumið hið daglega þegar það á sér stað á himnum þar sem að Jesús þjónar? Við þurfum að komast að því hvað þetta daglega er nákvæmlega og við sjáum það þegar við skoðum hvernig það er notað í helgidómsþjónustunni, þessari jarnesku sem var fyrirmynd þess himneska. 2. Mósebók 29:42. Skal það vera stöðug brennifórn hjá yður frá kyni til kyns fyrir dyrum samfylgdartjaldsins í augsýn drottins. Þar vil ég eiga samfundi við yður til að tala þar við þig. Það segir að það skulle vera stöðug brennifórn. En orðið stöðug, þetta er nákvæmlega sama orðið og við fundum þarna í Daniel 8:11. Stöðug, á hverjum degi. Á hverjum degi við að fara brennifórn, morgun og kvöld sem brann allan dag. Það var því stöðuglega brennifórn færð fyrir hönd fólksins. Hvað er Jesús að segja við okkur varðandi himneska helgidómin? Hann er að segja okkur að stöðuglega er Jesús að þjónusta fyrir okkur í helgidómi. Vissulega dó hann í eitt skipti fyrir öll á Golgata, en þegar ég þarf á honum að halda, þá er Jesús nálægur. Fórn Krists, hún er stöðuglega fyrir hendi fyrir okkur. Hann er sá sem úttilti kærleika sínum á krossi og hann er sá sem bætir fyrir synd okkar. Engin synd er svo mikil að hann geti ekki fyrirgefið hana. Náð Guðs er stöðuglega veitt hverjum syndara sem leitar til hans. Þetta er það sem hið daglega vísar til í Daniel 8:11. Úttelt blóð Jesú sem stendur okkur stöðuglega til boða þegar við misstígum okkur. Og prestur sem þjónar stöðulega í himneska helgidómi, Jesú okkar æðsti prestur, allt sem okkur þarnast höfum við í Jesú. Sjáu hvað segir líka hér í 4. Mósebók 4:7. Yfir skoðunarbrauðaborðið skuli þér breiða klæði af bláum purpura og setja þar á fötin, bollana, kerin og dreipifórnarskálarnar og hið ævarandi brauð skal vera á því.
Það er stöðuglega brauð til staðar. Hvað þýðir það? Jesús segir, ég er brauð lífsins. Jesús sem dó fyrir okkur nærir sál okkar stöðuglega. Hann er brauð lífsins stöðuglega, skoðunarbrauðið. Og Jesús sagði í Matteus 4:4, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Jesús er því tiltækur í orðinu. Hann er brauðið lífsins, þið lifandi orð. Hvað fleira felst í þessu daglega? 3. Mósebók 24:2. Bjóð þú Ísraelsmönnum að færa þér tæra olíu af steiktum ólífuberjum til ljósastikunar, svo að lampar verði ávallt settir upp. Það var ávallt ljós á lömpunum í helgidóminum. Þeir brunnu stöðuglega. Jesús sagði í Jóhannes 8:12, ég er ljós heimsins. Jesús lýsir stöðulega upp myrkrið. Hann lýsir upp stíginn framundan. Hann færir okkur ljós sannleikans, svo við getum verið ljós fyrir aðra. Og litla hornið í Daniel 8:11 gerir eitthvað sem að afnemur þetta. Það rís upp eftir að jarneski helgidómurinn hefur legið í rúst í mörg ár, þannig að það er klárlega verið að tala helgidómin á himnum. Eina leiðin til að gera það er að koma með eitthvað annað kerfi sem kemur í staðinn fyrir það sem Jesús er að gera fyrir okkur á himnum. Þannig kom kirkjan með nýtt kerfi, þar sem að fórn Jesú á krossinum, þar sem hann dó í eitt skipti fyrir öll, því er skipt út fyrir aðra fórn í messu, þar sem sagt er að Kristi sé fórnað í messunni. Það er oblátan sem er boðin í stað þess að benda fólki á skoðunarbrauðið, Jesú Krist, brauði lífsins. Þar horfir fólk á kertaljósin í stað þess að horfa til hins himneska helgidóms til að fá ljós frá Jesú. Það sem raunverulega gerist hér í Daniel 8 er að öðru kerfi er komið á fót á jörðinni af kirkjunni á miðöldum. Það er lagt áherslu á jarneska fórn í messu, jarneska prestþjónustu, en við þurfum að beina sjónum okkar frá því jarneska yfir á það sem á sér stað í því himneska. Við þurfum að beina sjónum okkar á Jesú sem okkar himneski prestur, ekki á jarneskan helgidóm eða einhverja helga staði á jörðinni. Förum aftur í Hebreabréfið núna í kafla 4, vers 14-16. Við þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana, Jesú Guðsson. Höfum við æðsta prest? Já, og hvað heitir hann? Jesús Guðsson. Skulum við halda fast við játninguna. Ekki höfum við þann æðsta presti eigi getur séð aumur á veikleika vorum. Jesús veit hvernig það er að vera þreyttur og svangur og einmana, hvernig það er að vera hafnað, hvernig það er að vera hafður að háði, og hann veit hvernig það er að vera hafnað jafnvel að besta vini sínum og svikinn af lærisveinum. Ekki höfum við þann æðsta prestið eigi getur séð aumur og veikleika vorum, heldur þann sem freistað var á allan hátt eins og vor en án syndar. Og þar sem við höfum slíkan æðsta prest, hvað eigum við þá að gera? Göngum því með djörfung að hásætti náðarinnar, til þess að við öðlumst miskun og hljótum náð til hjálpar á hagkvæmum tíma. Daniel, hann spáði því að það yrði Med og Persía, Grikkland og svo myndi Róm rísa, kirkja og ríki myndi saminast og jarnest kerfi fórna og presta yrði stofnað. En við eigum ekki að horfa þangað. Við eigum að horfa á það sem Jesús er að gera fyrir okkur í hinum himneska helgidómi. Og það er ekki bara að hið daglega er afnumið. Seinni hlutin í versi 11 segir, og hans heilagi bústaður var niðurrifinn. Hans heilagi bústaður, það er helgidómurinn á himnum. Það er það sem stendur í textanum. Hvernig getur einhver rifið niður helgidómin á himnum? Með því að koma á jarnesku kerfi fórna og presta og beina fólki frá þessari þjónustu Jesú á himnum. Og sjáðu nú vers 12. Og herinn var framseldur ásamt henni daglegu fórn vegna misgjörðarinnar og hornið varp sannleikanum til jarðar. Já, slíkt gjörði það og var giftur
giftur drjúgt. Það varpaði sannleikanum til jarðar. Sannleikurinn verk Krists í himneska helgidóminum sem felur í sér hjálpræðis áætlunina. Því var hafnað að þessu trúarlega stjórnmálavaldi, sama valdi og sýnt í Daniel 7 sem vildi breyta lögum Guðs. Þannig að sannleikanum var varpað til jarðar á miðöldum. Hugur manna yrði svo blindaður að fólk fær ekki séð sannleikan það sem Kristur að gera í hinum himneska helgidómi. Vers 13 og 14. Þá heyrði ég einn heilagan tala og annar heilagur sagði við hinn sem talaði: hvað á hún sér langan aldur þessi sýn hina daglegu fórn og hinn hræðilega glæp frá því að hann framselur helgidómin og herinn svo að hann verður niðurtroðinn, og hann sagði við hann 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða kominn í samt lag. Hvað á hún sér langan aldur þessi sýn það hvernig hið daglega afnumið, þessi sýn það hvernig þjónusta Jesú á himnum yrði rifið niður, þessi sýn það hvernig fólk Guðs yrði ofsótt, sannleikanum varpað til jarðar og annað kerfi sett upp til að blinda fólk þannig að það fá ekki séð allt það sem Jesús að gera fyrir okkur. Hvenær verður helgidómurinn kominn í samt lag þannig að fólki fái séð sannleikan? Það verða 2300 kvöld og morgnar eða 2300 ár þar sem ár fyrir dag. Þetta lengsti tíma spádómur Biblíunnar og við höfum augljóslega ekki tíma til að fara ítarlega yfir þetta hér. Þetta líka eitthvað sem við höfum farið yfir áður. Þannig að ég ætla ekki að eyða löngum tíma í útskýra nákvæmlega hvað þetta þýðir. Og það líka betra að fara yfir þetta ásamt sýninni í Daniel 9 70 vikur. Því að við getum ekki að vita hvernig þetta tímabil byrjar fyrir að við skoðum 70 vikurnar í Daniel 9. En ég ætla bara að sýna ykkur hér örstuð. 2300 ára spádómurinn og 70 vikurnar í Daniel 9 byrja á sama tíma og ég kannski sýna ykkur það betur þegar ég fer yfir Daniel 9. Það segir að upphafspunkturinn þegar að tilskipun endurreisn Jerúsalem gefin. Það átti sér stað árið 457 fyrir Krist. 2300 ár frá 457 færir okkur fram til ársins 1844. Þá bjuggust margir við að Kristur kæmi aftur eins og vel þekkt En hvað var það sem gerðist árið 1844? Það segir að þá mun helgidómurinn aftur verða kominn í samt lag. Sannleikurinn sem hafði verið kastað niður yrði endurheimtur. Fólk Guðs myndi beina athygli sinni að helgidóminum á ný og aftur sjá fegur Krists, fegur fórnar hans, fegur dauða hans og fegur krossins. Aftur myndi þeir skilja þjónustu Jesú koma með djörfung að hásætti náðarinnar til þess að öðlast miskunn og ná til hjálpar á hagkvæmum tíma. Aftur myndi fólk sjá Jesú sem æðsta prestsinn, hann sem ávallt lifir til að biðja fyrir okkur. Jesús lambið sem dó fyrir þig og hann presturinn sem lifir fyrir þig. Hann getur frelsað til hins ítrasta. Hvað sem þú ert í dag, hvaða syndir sem þú ert að glíma við í dag, þá frelsari sem meiri en þessa syndir. Hvaða sektarkennslu þú finnir í dag, þá ertu frelsari og blóð hans getur hreinsað þig. Hvað gerðist árið 1844? Litla hornið hafði þá þegar mist veraldlegt vald sitt. Miklar vakningar áttu sér stað. Biblían var nú aðgengilega fyrir alla og fólk las og rannsakaði orðið. Biblíufélög spruttu allan heim. Daniel fékk að sjá þetta fyrir 2500 árum. Hugsaðu ykkur það. Guð sagði fyrir óorðna hluti 2500 ár fram í tíma. Orð Guðs áreiðanlegt. Við getum treyst því. Við getum lyft höfði okkar hátt því að lokum verður Babylon dæmd, eins og við lesum í 18. kaplanum í Opinberunarbókinni. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði að dýrð hans.
að hann hrópaði með sterkri röddu og sagði: Fallin er Babýlon hin mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðurstyggilegra fugla. Því að hún hefur byrlað öllum þjóðum að reiðivinni sörlefnaði síns og konungar jarðarinnar dríður sörlefnað með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munnaðar hennar. Sjáu þið, það eru allar þjóðir sem tekið hafa við þessum ruglingi Babýlon, sem í raun alla þjóðir á jörðinni. Þetta er allt orðið að henginni djöfla, því að þið þrífast vel í alls konar ruglingi. Og Jóhannes heldur áfram og segir: Ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði: Gangið út með fólk, út úr henni. Guð á fólk í Babýlon, en hann vill ekki að við dveljum í Babýlon. Hann kallar fólkið sitt út. Hann segir: Svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki að plágum hennar, því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar. Byrlið henni tvöfalt í byggarinn sem hún hefur byrlað. Babýlon er allstaðar, því ruglingurinn er allstaðar. Sannleikunum honum er allstaðar varpa niður, eins og segir í Daniel. En Kristur sagði: Gangið út úr þessum ruglingi. Komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungabyrðar, og ég mun veita yður